Herðu, já, við ætlum að fara í smá ferð réttargæslukerfið eða fangelsin og Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður afstöðu félags fanga hingað kominn. Sko ástæðan ég fá þig að því að þetta alltaf í umræðunni, birtist með alls konar hætti, birtist með fréttir af því að fólk að bíða lengi eftir afplánun, birtist stundum í svona umræðu innflytjendur og tengst þeirra við glæpi að fangelsi séu full af innflytjendum, stundum notað í svona því að manni virðist vera tilraun til þess að fjalla innflytjendamál frekar heldur en málefni kannski fanga poppar upp og líka síðan að það eru kannski framinn hryllilegir glæpir og bara mikill harmur af fólki sem okkur svo sagt að hefði átt að vera inni á okkurum stofnunum eða og hefði þar á leiðandi, ekki við sá hugmyndinum að það hefði kannski verið að koma í veg fyrir stórkostlegan harm. Þannig að þessi mál poppa upp í svona fréttum svona hér og þar. Það sem ég langaði til þess að fá þig að því að þú nú sett saman greinar þetta að reyna að átta mig bara á því hverjir eru í fangelsunum, hverjir ættu að vera í fangelsunum og hverjir kannski eru í fangelsunum og þyrfti ekki að vera þar, ég veit ekki hvernig það er. Ef við færum bara yfir hvað eru, getur gefið mér hugmyndunum svona hvað þetta er stór hópur, hvað eru margir sem að sitja inni? Já, ég get farið með þér yfir þetta. Fangahópurinn á hverju sinni er kannski ekkert mjög stór, hann er hátt á annað 100. Í kerfinu, en svo bíða 700 eða eitthvað á biðlista eftir að komast inn. Mikill hluti þeirra gæti farið í samfélagsþjónustu eða fer í samfélagsþjónustu hugsanlega. En við höfum verið að sjá að fangahópurinn er að breytast töluvert á síðustu árum. Við erum að sjá bæði yngra fólk kannski og útlendinga og glæpir hafa verið að breytast líka og það er svona veikara fólk er að koma inn og við erum að sjá að undanfarið að fangelsin hafa verið notuð kannski sem spítalar eða sérst úrræði sem að þegar geðdeildirnar viti ekki hvað þeir eru að gera við fólk þá finnst þeim kannski betra að þeir séu bara vistaðir á öruggistofnun sem er þá fangelsi. Og líka notaðir í varðandi hælisleitendur og flóttafólk? Já, algjörlega og í þeim... Fólk sem hefur raunverulega ekki brotið af sér en að koma hingað og óska eftir hæli? Einmitt, og það er fólk sem er þá vistað í einhverja daga eða vikur og það er fólk sem hefur ekki framið refsiverðan verknað. Já, það er rétt. Ef við verðum bara að horfa svona á þetta ofanfrá, ef við tækjum þessa hópa, hælisleitendur eru þarna, þú sér að þessu yfir í nokkra daga þar sem er verið að bíða eftir að fólki verði brottvísað. Já. Þannig það geta ekki verið mörg pláss sem að þau taka, kannski? Nei, þau kannski taka ekki mörg pláss inn í fangelsunum sjálfum, en hins vegar þau eru öll yfirfull, en það hefur hins vegar borið á því að það er verið að geyma þetta fólk í fangaklefum lögreglunnar og það er auðvitað allt annað mál, það er allt önnur aðstaða og það er aðstaða sem býður ekkit upp á að fólk sé geymt þar í marga daga. Það er allt í lagi í einhverja klukkutíma. Þarna getur ekki fengið útivistir, það er ekki hægt að þvo föt, það er engin þjónusta, það er ekki hægt að vera með fólk þar og En eru þau fyrir einhverjum? Ég bara tala um þannig að þetta er óbáðulega aðstæða fyrir fólki, segirðu. En ef ég spyr það að þau séu þarna inni, ættu aðrir að hafa aðgengi að þessum klefum sem er þá hvað er á Hverfisgötu og... Nei, ég held að ég held að við sjáum nú oft í blöðunum að fangaklefa lögreglan séu yfirfullir, þannig að sjálfsagt eru þeir fyrir einhverju þar líka, ég efast ekki um það. En hverjir ætti að vera í þessu fangaklefum? Það er fólk sem er handtekið? Já, fangaklefar eru fyrir fólk sem er á lögreglustöðum, er fyrir fólk sem er handtekið í ölæði eða annarlegu ástandi eða hefur fram með einhvern glæp og meðan það fjarlægt heimili sínum út á heimilisofbeldi. Já, og það er eða bara mjög veikt og er verið að fara yfirheyra eða reyna að finna viðeigandi úrræði og þannig að það eru yfirleitt bara einhverju klukkutímar eða yfir nótt kannski, svo strax á mótni eru þau komin út og geyma venjulegt fólk kannski
dögum og vikum saman við hliðin á þeim það sem stöðug umferð, stöðug læti, stöðugt verið að banka og öskra og að fólk nær ekki svefni til dæmis í svona aðstöðum og líður hrikalega illa þannig að það ég held að sé allir sammála því og ég hef verið að sjá að það búið að viðurkenna það núna að fyrst þegar við fórum að vekja athygli á þessu þá var svona kannski ekki samþykkt að þetta væri rétt en svo stigu bara allir fram teymistjóri geðheilsuteymis fangelsana og einhver fulltrúi frá ríkislögreglustjóra og fulltrúi frá lögreglustjórum höfuðborgarsvæðinu og fleiri aðilar sem að komu fram og að sögðu þetta væri alltaf rétt og þetta væri óboðlegt og það hefur dómsmálaráðherra gert líka núna. Samt heldur þetta áfram? Já, þetta heldur áfram að því að það ekki til neinn úrræði, þau vita ekkert hvað þau að gera við þetta fólk. En að mínum mati það búi á lítilli eyju og fólkið kemur alltaf í leitirnar, skilur. Mér finnst óþarfa að geyma fólk. Það bara leiður fólki að vera út í samfélaginu og það var þetta að sækja það ef á þurfti að halda. Einhverju kannski láti ekki ná í sig og það minni vandi heldur en leystur með því að geyma fólkið í fangelsum. Já, algjörlega. En síðan verið talað mikinn fjölda erlendra fanga, það fólk með erlendan ríkisborgararétt. Já, þau 40% af fangahópnum eru útlendingar. Það ekki hælisleitandi brota fólk, það getur verið einhver hælisleitandi þar innanum, en að langstæstu leit þetta fólk sem kemur hingað bara með annarkvort til þess að vinna hér eða bara sem túristar. Já, eða bara hvað gert til að brjóta sér, það getur líka verið þannig og getur verið burðardýr og fleira. En það eru auðvitað svo inn á milli fullt af útlendingum sem að fremja alvarlega glæpi líka og þeir teppa kerfið okkar til lengri tíma. Þess vegna höfum í raun og veru alltaf haft að skoðun að okkur finnst að stjórnvöld eigi að gera beina framsalssamninga við önnur ríki og þá kannski þessi helstu ríki þar sem að útlendingarnir eru frá. Sem eru eins og hvað? Já, það eru Austantjaldslönd til dæmis og já, aðalega kannski og þannig að sko, það þarf að gera samninga við þessi ríki og þetta hafa sum Norðurlöndin gert og þeir senda menn þegar menn eru búnir að fá dóma að þá senda þeir oft til síns heimalands en þeir eru ekkert lausir, sko. Þeir taka út og klára dóminn þar sko. Og það það sem mjög mikilvægt að menn klári sína dóma þeim sé ekki bara sleppt út. Hérna eru útlendingar að fá reynslulausn á helmings afplánunar fyrir heldur en Íslendingar þannig að þeir afplána minna fyrir sama dóm sko. Og þá vandi sá að með því verið að senda út svona skilaboðum að það sé ódýrar að fremja afbrot á Íslandi heldur en annars þar. Að þú þurfur ekki að klára refsinguna. Já, er það vísi í það? Já, sko, aðalega þetta náttúrulega mikilvægi þess að þeir klári dóminn eða framstæð. Algjörlega, auðvitað fylgir hver og eitt samningur eftir lögum viðkomandi lands, en ég held að fæstir myndu slepp út á helming í því landi, sko. Þannig að en þetta auðvitað bara líka mismunun, það verið að mismuna Íslendingum reynslulausnir. Ég meina, Íslendingar fá ekki reynslulausn eftir helming til dæmis. Fyrir sama glæp, sko. Fyrsta brotið ekki? Nei, ekkert svoleiðis. Það fer bara eftir brotaflokkinum, eða eftir glæpnum, sko, eða fyrir hvað þú dæmdur. Sko. En erlendis ríkisborgarar eru svona 20% af fjöldanum á Íslandi. Já. En 40% í fangelsinu. Já. Það vegna þess að erlendis ríkisborgarar eru sem að hér búa líklegri til fremja glæp eða er bara streymi af erlendu ríkisborgurum sem eru hér, eins og þú nefndir burðardýr og fleira, sem eru að brjóta af sér, sem koma hingað? Nei, við erum til dæmis að sjá varðandi burðardýr, að erlend burðardýr sem eru oftast konur í raun og veru, að þessi burðardýr, þeir fá til dæmis ekki afplána í samfélagsþjónustu. Og þannig enn mismunun í kerfinu í raun og veru, sko. Þannig að ef þetta var Íslendingar þá var þeim bara sleppt út og myndu svo aldrei koma inn aftur og afplána bara í samfélagsþjónustu. En útlendingarnir, þeim haldið inni í gæsluvarðhaldi
og afplána síðan dóm í framhaldinu, sko. Þannig að ég held að það sé kannski meiri munurinn, sko. Þannig að eða skýringin, kannski. Þannig ef það er kona frá Austur-Evrópu segir það sem er burðardýr, hún hafði gæsluvarðhaldi fram að dómi, hún er dæmd og til þungra refsingar, getur nokkur ár, ef hún er með mikið magn. Nei, já, það getur alveg gerst, en í svona flestum tilfellum er fólk að fá undir 2 árum fyrir... Það er yfir að hann sé þunga refsingu. Já. Ef hún væri íslensk, þessi kona, þá er hún ekki gæsluvarðhaldi eða eitthvað? Þá er hún gæsluvarðhaldi bara vegna rannsóknarhagsmuna sem getur tekið einhverja daga eða vikur og síðan er hún bara sleppt. Það er augljóst að hún mun ekki, hún vissi ekki hver væri höfuðborinn og annað slíkt og henni bara sleppt. Svo er hún dæmd. Já. Og þá til samfélagsþjónustu frekar heldur en fangelsisvistar. Eða þá að hún fer bara í röðina í fangelsinu uppfull, ólíklegt hún verði nái að afplána og þá verður kannski samfélagsþjónustu í staðinn. Já, eða dómufyrnist eða eitthvað. Já, algjörlega. Þannig það er bara þessi aðstöðumunur að þú ert erlendur ríkisborgari, að þá ertu inn í fangelsinu sem er einhver leyti ósækjant. En síðan er það líka bara vont fyrir kerfið að vera að teppa kerfi með því að hafa fólk sem að íslensku samfélagi stendur ekki beint ógn af, eða það. Svona venjulegt burðardýr sem að tekur að sér út af fjárhagslegu vandræðum sínum í Rúmeníu eða eitthvað, að koma hingað til lands, er handtekinn, er óheppinn, situr inni í 2 ár. Í sjálfu sér... Ég held að við séum svona að vannýta kannski áhættumöt, ég held að þyrfti kannski að gera meira af áhættumötum á fólki. Ef að fólk er ekki, ef að samfélagin er ekki að hætta á þessum einstaklingi og það er vitað að dómur verður minni en þetta, þannig að hann geti tekið það samfélagsins þá á þetta að finna vægari úrræði, sko. Þetta er sérstök saga á bakvið þetta allt saman og ólíkt aðstæður fólks. En svona ef maður er að reyna að meta þennan hóp, að þá er þetta kannski frekar fólk sem er í miklum fjárhagslegum erfiðleikum, oft út af eigin neyslu og öðru slíku, sem að fellst á það til þess að losna út úr einhverju vanda að flytja hingað inn, kannski út af einhverju hagnaðarvon og eitthvað fleira. En er ekki svona alveg típiskir glæpamenn sem eru að drífa áfram glæpastarfsemi? Einmitt, og ætti þarlandi ekki að vera kannski í fangelsi að þínu mati og margra annara. Hvað heldur þetta sé stór hópur? Já, við erum nú eins og að því að ég talaði konur og þær eru kannski stór hluti af þessu og í dag eru konur yfir 20 í fangelsunum og það var aldrei verið eins mikill fjöldi af konum í afplánin bara áður. Og er megni af þeim burðardýr? Já, langmest, en voru átt að því, þær eru 20 en Íslendingar eru kannski bara 2-3 ár, á sama tíma, þannig að það er, við sjáum það alveg og það sem við sjáum líka er að það sem er grunur mansal, það hefur líka verið að aukast, þannig að þetta er oft fólk sem hefur ekkert val nema að fara með þessi vímuefni á milli landa. Þannig að það geta verið margar ástæður fyrir því. Geta verið hótanir einhverjar hörmungar sem að þau eru neitt til þess að gera þetta? Algjörlega og þetta er bara öðruvísi lögmál annars staðar í heiminum og svo getur við náttúrulega líka bara, fólk getur verið í ofbeldissambandi og neitt til að fara og það getur verið alls konar hátt. Þarna geti framsalssamningur virkað? Já, við þurfum... Eða myndur þú kannski segja sem svo að það þurfi ekki sem framsalssamningarna, það er bara einfallega, er engin rök fyrir því að halda þessu fólki inn í fangelsi? Já, við viljum samt að fólk taki út sína dóma, það er ekki bara sleppt, skilur við, þá væri það til einskis að vera að dæma fólk, en við viljum finna vægari úrræði, að því að fangelsi, að vista fólk í fangelsi er dýrasta úrræði sem til er í raun og veru og hefur slæmar afleiðingar fyrir samfélagið í raun og veru. Ég veit að fólk svona almennt segir kannski að þú fram til glæp, þú eru að taka afleiðingum og fara í fangelsi, en það hugsa síðan ekki framhaldið. Við eigum að reyna að gera allt sem við okkar valdi við getum til að koma í veg fyrir áframhaldandi glæpi og ég tel að til dæmis í þessu tilfelli fyrir útlendinga sem eru burðardýr og það er vita hvað þeir fá í dóma að það sé fundið vægari úrræði og það getur verið til dæmis bara áfangaheimili. Það koma þá ekki bara fleiri?
Eða ert þú að segja að það bara engin skortur á glæpagengin, geta alltaf fundið sér burðardýr og þó að það engin fælingarmáttur í því að við höfum þunga refsingu, að allir segja allt í nú nei, því að oft fólk að gera þetta undir hótunum og öðru slíku. Já, þegar þú ert dæmdur í frelsissviptingu þá ertu alltaf í fangi og afplánunin getur verið mjög þungbær, hvort sem í fangelsi eða opnúræði eða með öklaband eða á áfangaheimili og oft hún mun þyngri því meira frelsi sem hún færð. Útskýrðu það fyrir mér? Já, ég meina í fangelsi þá ertu bara þar. Þú þarft ekki að hafa ákjörn einu og þú gerir ekki drámt í raun og veru. Hins vegar þegar þú ert komið með ákveði frelsi að þá þarfst að gangast undir miklu fleiri reglur og standast allt saman. Þú mátt ekki klikka, annars ferðu aftur í fangelsi og það vill auðvitað enginn fara þangað. Þar af leiðandi þarfst að vera á tánum með í raun og veru allt saman hvað þú gerir, framkomu og allar athafnir og vera á tíma og vera heima hjá réttum tíma og fara út á réttum tíma mótnana, þú þarft að vinna eða vera í námi á sama tíma eða í sjálfboðavinnu eða einhverju prógrami, þannig að þú þarft að gera miklu meira og það er meira uppbyggjandi heldur en að vera í fangageymslu eða fangilsi og þar er ekkert nema niðurbrot í raun og veru. En ég, eins og ég segi, ef við erum að taka þessa hópa, eins og við erum búin að fara yfir út erlendu brotamennina og þar eru framsalssamningar sem þarf að koma, beini framsalssamningar og það er miklu sniðugri hugmynd og ódýrari heldur en að fara að gera samning við einhver fangilsi út í heimi til að taka við þessum hópi, því að það er rándýrt og það ber engan árangur og bara slæmt fyrir okkur og mun aukast kostnar við það ári hverju. En hins vegar hitt er miklu ódýrari staða og að senda bara til fólks til síns heimalands og afplána þar og það er líka mannúðlegra vegna þess að þar það er gott fyrir fjölskylduna þó að fangir sjálfur kannski sjáu það ekki að þá er það betra fyrir alla, fyrir fjölskylduna, fyrir hann og fyrir samfélagi og fyrir okkur. En er ekki möguleiki á því að einhver sem að segjum bara því ég nefndi Rúmeníu áðan, ég veit ekki hvernig staðan í fangelsismálum í Rúmeníu, að viðkomandi fangi segir nei, ég vil frekar vera það og skömminni skára að vera í fangelsi í Íslandi heldur í Rúmeníu þar sem að fangelsinu er hryllileg. Já, ég meina þetta er bara það sem við þurfum að breyta í okkar lögum. Þetta á ekkert að vera nýtt val. Ég veit að í Danmörku þá eru menn ekkert spurðir, þeir eru bara sendir. Þú getur í flestum tilfellum ef þeir eru með samninga við komandi land. Er það annar hópur? Það var eins og með burðardýrin og samfélagsþjónustu að það er betra að finna áfangaheimili þar sem er ódýrari rekstri og fólk vinni samfélagsþjónustu á sama tíma, þannig að það sé að afplána á sama tíma og þurfi ekki að bíða eftir dómi og síðan að fara að afplána. Það er tvöföld refsing. En þá þarf margt annað að breytast í kerfinu. Við erum til dæmis með lögreglustjóra á Suðurnesjum sem að býr til mörg mál úr einu máli. Hann tekur burðardýr og ákærar það fyrir innflutning en svo kemur hann með annað mál sem heitir peningaþvættir og svo kannski eitthvað eitt í viðbót, skipulega glæpastarfsemi. En og svo kannski maðurinn dæmdur, þetta tekur hálft ár að fá dóm fyrir fyrsta málið og svo er hitt ennþá bara í kerfinu og í flestum tilfellum eru menn sýknaðir eða það er bara fellt niður. Þannig að það er verið að eyða fullt af peningum bara í kerfinu, bara í eitthvað rugst, það er verið að gera þetta skilvirkara og menn séu bara, þeir eru teknir fyrir innflutning, þeir eru bara dæmdir fyrir innflutning strax bara í fyrstu vikunni. Það tekur engan tíma, við getum alltaf sagt fyrir hvað fólk fær í dóm til dæmis, strax og það er tekið. Það er tekið með svona mikið af þessum efnum og það færði svona mikið í dóm, við vitum það alltaf fyrirfram. Þannig að það er algjör óþarfi að eyða hálfu ári og vista fólk í rándýrum fangageymslum í staðinn fyrir bara að dómari tekur því og dæmir á fyrstu viku, svo þetta bara sendur í samfélagsþjónustu og Dæmir á fyrstu viku, það gerist ekki þannig, er það? Nei, það gerist ekki þannig í dag, en það er það sem þarf að breyta. Af því að við vitum, eins og segi, þetta eru efnin, þú færð þetta í dóm. Þetta á ekki að vera flóknara en það. Þannig að þetta þarnast viðhorfsbreytingar hjá
hjá ákveðnum lögreglustjóraembættum á Suðurnesjum. Upplifir þú að hann sé að reka svona eiginlega sína stefnu? Hann búin að vera svolítið svona áberandi í umfjöllun og oft vitnaði í hann einmitt hjá þeim sem eru að tala svona aukna glæpi í tengslu við hælisleitendur og innflytjendur. Hann vill vera svona harður og það er allt í lagi með það, en við þurfum bara að hugsa, ég meina, hvað er það að kosta? Og ég er alveg vissum að þegar við fyrir að rýna í þær tölur, sko, þá er ekkert vissum að samfélagið sé til í að það sé farið eftir þessu vinnubröðum, sko. Einn hópur sem er inni og maður gæti orðað svona teppi í kerfið, það er fólk með alvarlegar geðraskanir og ættu kannski ekki að vera í fangelsum. Já. Hvað er það? Er það fólk sem að því að ég býst við að vera hægt að halda því fram að lang flestir fangar eiga við einhver geðræn vandamál að stríða sem að bæði tengis bara félagslegri stöðu þeirra og líka bara vistin í fangelsinu og annað slíkt. En hvaða hópur er þetta? Hvað liggur línan á því að þessi, hann á ekki heima í fangelsi af því hann er með geðraskanir? Þessi er í fangelsi og er með vissar geðraskanir, tengslum við það og alls konar greiningar sem hann kom með hvaða hópur er þetta sem að bara þú metur sem svo að þetta er bara alls ekki að vera í fangelsi? Já, það er bara fólk með fjölþættan vanda og einhvers konar frávik vegna hegðunar raskana einhverja sko, og er fólk sem getur verið mjög erfitt sko, við erum, ég held að auðvitað eru allir, ég meina allir sem eru í fangelsi lendi í einhvers konar áföllum og tráma og eru en svona heilt yfir eru þetta kannski svona 4 til 8 einstaklingar hverju sinni í fangelsum sem eru bara mjög veikir og þurfa viðeigandi þjónustu annar staðar, eða sem sagt heilbrigðisþjónustu. Hvers konar heilbrigðisþjónustu? Já, þeir þurfa bara hreinlega að vera á spítala sem að veitir geðheilbrigðisþjónustu. Þeir þurfa líka að vera í sko einhvern svona fangelsi vegna þess að þeir eru hættulegir. Þetta er líklega fólki sem er hættulegast inn í fangelsunum. Já, sko Þannig við erum líka að tala um eitthvað svona öryggisfangelsi með lækni. Já, það er náttúrulega verið að tala um það núna að opna eitthvað slíkt og það er fyrsti fundur samráðsfundur fagaðila og hagaðila í þessum málum var núna bara í síðustu viku og það er ríkisstjórnin komið með plan að opna svona öryggismiðstöð eða svona, kalla það og síðan nokkur minni einingar í kringu þar sem að fólk er vistað sem að fer eftir náttúrulega bara hvað er að það því að fólk er ekki eins og það er sem sagt miðstöð sem á að taka við bæði ósakhæfum einstaklingum og erfiðum og sakhæfum og þá þarf náttúrulega að breyta lögum og annað slíkt til að það sé hægt. Ég hef samt verið á þeirri skoðun að lang flestir sem að hafa verið í umræðun í fjölmiðlum undanfarið til dæmis að þeir þurfa ekki endilega að vera á öryggisstofnun og mér finnst þetta hrikalega erfitt nafn öryggisstofnun en það er ekki komið ennþá nýtt nafn yfir þetta en þetta er bara fangelsi? Nei, þetta er ekki fangelsi og þetta er meiri heilbrigðisstofnun. Þetta er bara fangelsi með lækni? Já, þetta á að vera alls konar útfærslu sko. En ég er á þeirri skoðun að flestir sem eru í þessari stöðu, þeir hafa ekki fengið viðeigandi stuðning sem þeir þurfa og þetta er yfirleitt fólk sem er með fjölþættavanda sem er með mjög hátt með mjög hátt þjónustu stig eða SISMAT svo kallað og en það fær bara ekki aðstoðina og þarlegandi náður ekki að fungera þannig að þau eru settir í aðstæður sem þeir ráða ekki við sjálfur og þarlegandi þá verða þeir erfiður og hættulegir ef að þetta hefði verið gert hjá mörgum að þá væri bara staðan önnur og flestir þessar einstaklega vilja standa sig og vilja lifa eðlilegu lífi og vilja hætta í vímuefnaneyslu. Þeir eru svo veikir að það skiptir kannski ekki máli hvað þeir vilja, þeir bara geta það ekki og þeir eru í þessari stöðu í lífinu vegna þess að það er eitthvað brotið í þeim eða beglað. En ef þeir fá viðeigandi stuðning að þá oft ná menn sér upp úr svoleiðis eftir ákveðin tíma. Eða ekki.
eða ekki, en það ná ekki allir bata? Nei, það alveg rétt og við sjáum það í fangelskerfinu að menn koma síðan aftur og alltaf veikar og veikari einstaklingar í raun og veru inn í fangelsin en það sem klárt að einangrunarvist í fangelsum ekki staður fyrir veikt fólk og ég sé að það svolítið núna í umræðinu og hefur verið að lögreglan að óska eftir gæsluvarðhaldi yfir einstakling sem á læknisfræðilegum forsendum vegna almannahagsmuna af því að þeir geta ekki nýtt sér kannski eitthvað annað í lögum til að gera það en það finnst mér hæpið og mjög gráðu svæði og ef ekki svörtu að það sé verið að setja fólk í gæsluvarðhald veikt fólk það eitthvað sem við ættum aldrei að gera held ég og ekki rétt á leiðin en þetta vissulega þetta stór hópur og þetta hópur sem inn og út úr fangelsum af því að það fær ekki þann stuðning sem þau þurfa við getum komið í veg fyrir öll þessi afbrot og þessa glæpi og þessi stóru mál sem hafa verið komið það hægt að koma í veg fyrir þetta en á meðan að við erum ekki að vinna í þessu fólki þau fá ekki þann stuðning sem þau þurfa þá vita mál að þau brjóta af sér og við vitum það alltaf fyrirfram ég meina við erum búin að vita öll þessi mál sem hafa verið komið upp við höfum vitað það fyrirfram að þau myndu koma upp og í raun og veru bara ótrúlegt að það hef ekki hræðilegri atburðir gerst í raun og veru sem að má reykja til þessa hóps sem að þú segir að séu kannski hverju sinni 8 manns inn í fangelsum. Já. En afstaða náttúrulega svona hagsmunasamtök fanga. Ekki hluti af þessu sjónarmiði þínu að vistin inn í fangelsum væri betri fyrir aðra fanga ef að þessir væri ekki? Þetta erfiðustu fangarnir sem að ekki bara reynast starfsfólkinu illa, heldur bara reynast öðru föngum og bara kultúrnum í fangelsinu illa? Jú, þetta mikið álag á alla. Þetta mikið álag á samfanga, virkilega mikið og þeir hafa ekkert allir skilning á veikindum fólks. Alls ekki og oft alls konar uppákomur bara út af því. Svo það fangaverðirnir sem að hafa miklu meiri skilning í dag á veikindum fólks heldur en þeir höfðu áður. Og það en þetta samt hópur fólks og þó þetta sé gott fólk og vilja gera vel og standa sig að þá það ekki þjálfað að mentað í að sinna svona veikum einstaklingum og það getur skapað óbáslega mikil vanda og lík bæði hjá föngum og þessum aðila og sem þeim sjálfum þeir geta gripið til einhverja aðgerða allt í einu að þeir eru hræddir, þeir veit ekki hvernig þeir að bregðast við til dæmis og þá kannski bregðast þeir vitlust við og þeir geta lent í vesinn út af því þá komið upp svoleiðis dæmi og menn hafi verið reknir fyrir það og jafnvel dæmdir þannig að það ósækjast að henda þessari heitu kartöflu í fangi á fangavörðum það mér alltaf fundist og í raun og veru erum við bara með kerfi þar sem að nánast ómögulegt fyrir fólk að vera dæmt ósækjæft það mjög, mjög sjaldgæft að það gerist miklu algengara annar staðar í heiminum og Norðurlöndunum en bara ramminn svo þröngur einhvern veginn og það þarf að fara að endurskoða þennan ramma í raun og veru að við erum kannski að hitta fólk sem að hver maður getur séð að ekki sakhæfur en samt dæmir dómaran sakhæfan og það út af þessu viðmiðum. Það getur ekki líka ástæðan verið sú að það lausn ef að ég dæma hann sakhæfan þá fer hann í fangelsi en ef við dæmum hann ósakhæfan þá ekki þess að tekur auðunum. Þá ég eiginlega að dæma það að hann mig bara labba hérna út. Nei, það algjörlega ránt sko. Nú einhver staður sem á ósakhæfur maður fer inn á? Já, algjörlega. Það geta verið alls konar stofnanir og mismunandi stofnanir og það alltaf, þegar maður dæmdur ósakhæfur þá hann raun og veru dæmdur í ótímabundna fangelsvist þá fer hann á aðra stofnun sem heilbrigðisstofnun þar sem unnið í hans málum og hann þar þangað til læknar ákveða að hann sé orðinn í lagi og það geta verið mun lengri tími heldur en ef hann hefur verið dæmdur í fangelsi. En höfum við slík úrræði sem geta tekið á móti hættulegum ósakhæfum manni?
Það ekki hlutið það sem verið að reyna að smíða, það sem bæði þeir sem ósakafir og þeir sem sakafir en þurfa öryggisgæslu og heilbrigðisþjónustu? Já, við höfum ekki nógu góð úrræði og við höfum staðnað í geðheilbrigðismálum á Íslandi. Það bara staðreynd líka. Það ekki bara fangelskerfi sem 30-40 árum á eftir öðrum Norðurlöndum, það geðheilbrigðismálin líka og geðheilbrigðiskerfi. Við höfum séð að þegar dómari fær matsmenn hvort að menn séu sakavir ekki, að þá eru þeir að fá stjórnendur þessara stofnana og stjórnendur þessara stofnana segja Guð minn góður, ég get ekki tekið þennan mann, hann allt og erfiður, hann mun kosta mér svona mikið pening og ég þarf að ráða að auka starfsmann, ég hef ekki aðstöðu þetta og ég mun hugsanlega eyðileggja meðferð hjá einhverjum öðrum og þar af leiðandi segi ég ætla að segja hann sé sakavur og þá hann dæmdur sakavur. Þetta einmitt vandinn og þetta ekki í lagi, þetta þessi freistnivandi sé. Þetta hálfgerð spilling og þarna þarf að laga kerfið. Þú átt ekki að hafa hagsmuni á því, hvort þessi maður sé sakavur og ósakavur og þegar menn eru svo dæmdir svona veikir sakavir þá eru þeir að lenda á stað þar sem ekkert er unni í þeirra málum og þeir verða verri fyrir vikið. Þannig að við erum að eyðileggja og ég get alveg sagt þér að mín skoðun svo að þarna hefði átt að dæma geðlæknir bara í fangelsi fyrir svona vinnubröð sko. Það er mín skoðun. En og það líka mín skoðun að ráðherrar dómsmála ættu að vera ábyrgir fyrir svo mörgu sem að gerast í dag. Að við höfum getað að bjarga mannslífum og ástandi getur verið miklu betra ef þeir hefðu staðið sér í stikkinu. Það bara búið að vera vandrað ástand í dómsmálaráðuneytinu og mikill óstöðuleiki bara núna í áratugi. Það búið sífellt verið að skipta dómsmálaráðherra, þannig að það erfitt að finna hvar ábyrgðin liggur, því að ég held að það veri eiginlega ekkert ráðuneyti sem hefur verið haft örar skiptingar. Já, þetta kannski fyrst og fremst út af Sjálfstæðisflokknum sem hefur haldið þessu ráðuneyti lengst og alltaf að skipta dómsmálaráðherra. Og þetta bitnar okkur, fólkinu hérna í landinu, það bara þannig. Við erum búin að fara yfir breytingar við okkur náttúrulega fjölga, þannig að maður myndi ætla það að fanga rýmum þurft að fjölga í takt við fjölgu þjóðarinnar. Það hefur ekki gerst. Við höfum nefnt svona ýmis áhrif sem bara að heimurinn minni og Ísland tengist erlendum erlendum ríkjum og glæpirnir eru fjölþjóðlegri og þar alveg slatti af föngum hér sem eru erlendis ríkisborgarar og þú bendir á að þeir séu lögulega þyngri byrði í kerfinu vegna þess að þeir fá ekki reynslulausn og annað slíkt. Þannig að það veldur ákveðin vanda. En þegar við vorum að byrja þá sagður líka að glæpir hefðu breyst. Það eitthvað umfram þetta sem að þú hafðir í huga með það? Eru orðið meira ofbeldi í samfélaginu sem að myndi kannski kalla á að við hefðum fleiri fangarými per 100.000 manns heldur en það var kannski fyrir 20-30 árum? Eitthvað svona breyting í undirheimunum sem að veldur því að það sé meiri þörf á fangelsum? Já, við sjáum bara að úrval vímuefni í dag orðið allt öðruvísi en það var áður og þau eru hættulegri og þetta eru oft einhver lyf bara sem eru búin til í bílskúrum og í kjölfarið fólk veikar og hópur þeir sem eru með andlega veikindi þeim fer fjölgandi og við erum að sjá. Ertu að tala fíknivanda? Já, til dæmis. En sko á sama tíma eykst andlegi vandinn líka á sama tíma, þannig að fólki sem að koma inn í fangelsin og út úr fangelsunum miklu veikara andlega heldur en áður. En eru glæpirnir alvarlegri? Þar er lengri dómar? Já, já, það eru held ég geti sagt að dómar hafi verið að eitthvað að hækka og við sáum það líka að til dæmis bara með því að samfélagsþjónusta fór í 2 ár að þá hækkuðu dómara þannig að þeir dæma menn þá í 2,5 ár þannig að þeir þurfu örugglega að fara inn í fangelsi en það var náttúrulega ekki markmiðið með þessu. Já, þeim finnst kannski að þeir eigi að sjá þennan málaflokk hvort að menn fari í samfélagsþjónustu eða inn í fangelsi. Og þeir eru kannski með einhver dæmi að menn sem þeir vilja bara sjá sjálfur að fara í afplánun, ekki samfélagsþjónustu, þannig að þess vegna hafa þær hækkað en þetta náttúrulega stjórnast líka bara á umræðu almennings svolítið sko. Segjum að séu dómari sem að hugsa svona miðað við breytingar lögum að þá ef ég myndi dæma þennan í
22 mánaða fangelsi og þá fær hann í samfélagsþjónustu en ég tel að hann eigi ekkert erindi út á götu þessi maður, ég dæmi hann í 2,5 ár. Það sem að gerist við manninn hann fer bara í biðröð. Já, það fer auðvitað eftir hvað brota sko. Ég sé að Fangelsismálastofnunin þeir eru svona svolítið að forgangsraða reyna það. Og hvar liggur það? Já, það fer bara eftir brotaflokkum held ég. Þannig að alvarleika brots og brotaflokkum. Ekkert að meta það í árafjölda, þannig að ef ég fæ 2,5 árs dóm, þá væri ég líklega komin inn eftir hálft ár. Ef ég fæ 18 mánuði, þá bara ólíklegt að ég fari nóttímann inn. Í raun og veru ekki þetta að meta neitt í dag, sko. Þetta bara, ástandið alvarlegt. Það ekki pláss, það allt yfirfullt. Ég sé að þeir reyna að forgangsraða og það þá oft bara eftir líka, til dæmis, segjum kynferðisbrot, þeir ganga svolítið fyrir. Hef ég séð og þetta líka svolítið svona almenningsáliti sko, þrýstingur frá almenningi sko, þannig að þeir fara líka eftir því sko, í Fangelsismálastofnun, það ekki bara dómarar og þetta hefur áhrif á allt kerfið sko. Þetta náttúrulega fólk í vanda sem að reyna að leysa vanda en hefur ekki fjármagn og aðstöð til þess og metur það kannski að því þau búa náttúrulega í samfélagi að ef ég læt kynferðisglæpamenn bíða að þá verður bara ófriður það. Þannig ég reyni bara að akta í svona takt við eitthvað sem ég met samfélagið þoli. Algjörlega, þetta líka inn í fangelsiskerfinu sko, þá það helst kannski kynferðisafbrotamenn sem fá í raun og veru þeir fara frekar í áhættumat, þeir fara frekar í meðferðir hjá sálfræðingum og annað slíkt sko, og eftirfylgni og eftir líka sko, þannig að það fer svolítið púður bara í þá og alveg skiljanlegt en það út af almenningsálitinu vegna þess að sko tölurnar segja okkur að þeir eru ólíklegir til að fremja glæpi aftur skilur, það segir tölfræðin sko, þannig að kynferðisglæpamenn? Já, allan að þeir koma sjaldnar aftur í fangelsi sko, heldur en aðrir, þannig að hver ástæðan fyrir því hef ég ekki hugmynd sko. En þannig að þó að eðlilegt kannski hefði verið að setja púður í sko, fyrir það sem eru líklegir til að koma aftur held ég en þetta eins og þetta flókið og Ok, en hópurinn sem að býður afplánunar við erum að fara svona yfir hópur sem að situr inn í fangelsi við kannski ræddum ekki hverju væri þá líklega stór hópur sem eru þá bara almennir fangar sem skiptist yfir í kynferðisbrot og önnur ofbeldisbrot og svo fjárglæfra þar með talið fíkniefnasölu og annað slíkt. En þeir sem að bíða eftir afplánun, hvaða fólk það? Það bara alls konar fólk og ég held að í raun og veru að 60-70% af þeim sko gætu farið í samfélagsþjónustu, þannig að þetta svona minni dómar kannski. Þeir geta verið fyrir alls konar. Ég veit ekki ástæðuna fyrir því að það gengur svona hægt að setja fólk í samfélagsþjónustu, kannski bara vantar fyrirtæki, kannski eru fyrirtæki ekki nógu dugleg til að taka vinna í sínum samfélagsmálum, samfélagsverkefnum og taka fólk sem í afplánun inn. Það mátti kannski vera meira af því. Hvers konar verk væri það sem að fyrirtæki geti boðið fangelsismála yfirvöldum upp á? Já, það spurning sko, í dag þetta nú yfirleitt flest bara svona góðgerðarfélög, kirkjur, eitthvað svona óhagnaðardrifið sem hefur verið að taka inn en miðað við biðlistana þá var spurning hvort það þyrfti eitthvað að útvíkka þetta en þá það spurning sko, hvað eftir að gera en þetta þetta bara allt hlutir sem að það hægt að finna lausn á öllum þessum málum sko. Það bara einhvern veginn að setjast niður og finna. Við erum að sjá að fangelsiskerfið fjársvelt. Það vantar örugglega sko 10 starfsmenn bara á skrifstofu Fangelsismálastofnunar. Það vantar örugglega 20 fangaverðir og svo fagfólk. Við erum að sjá að það vantar eitthvað annað fangelsi, eða ekki? Það vantar annað fangelsi og við erum bara að sjá að þau þurfa að berjast fyrir hverri krónu og meðan að önnur embætti eiga ekki eins erfitt með að fá peninga. Það verið að setja alls konar svona átök af stað, sem sagt átök í ákveðnum til að uppræta ákveðna brotaflokka kannski nú erum við að fara bara að taka þetta og nú ætlum við að taka þetta og þá sett rosalegi peningar í þetta og ráði starfsfólki og lögreglunni eða ákæruvaldinu til að fara í þessa hluti
samfélagslöggur og allt þetta en það aldrei hugsað bakendan einhvern veginn, það bara vantar alltaf pening þar og þar má ekki bæta á og þar má ekki einhvern veginn leggja áherslu á það, en það einmitt sá hluti sem þarf að vinna miklu meir í, en þess að ef þú vinnur ekki í honum og þá erum við að sjá bara endurtekin brot hjá sömu aðilum. Ég hef oft sagt áður, fangelsi sá staður sem við eigum að taka við fólki og endurhæfa og gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að sjá til þess að sami aðili ekki að fara að fremja aftur sömu brot. Fangelsin okkar ekki góð að þessu leyti? Nei, alls ekki. Við erum, eins og ég segi oft, við erum eina á Norðurlandi sem ekki erum með endurhæfingarstefnu hér á Íslandi. Öll önnur lönd á Norðurlöndum eru með slíkt. Við erum líkar Ameríkunum. Við erum líkar Ameríkunum og Bretum, kannski. Við erum að loka fólk inn á henda lyklunum, stemmingum. Já, ég meina við vitum það að annar hver fangi kemur aftur inn í afplánun og mér finnst þetta bara... Það herra hluta hér heldur en á Norðurlöndunum? Ég bara að spyrja hvort Já, sko, það flókið að... Kerfið á Norðurlöndunum virkar það? Já, þetta bara svo misjafnt hvernig þetta reiknað. Hér til dæmis reiknum við bara... ef þú ert ekki komin inn aftur í fangelsið innan 2 ára, þá ert að koma inn í fyrsta skipti. Og við vitum að oft það að bíða eftir dómi jafnvel í heilt ár og svo kannski 1, 2, 3, 4 ár eftir að komast inn. Þannig að þetta ekki raunverulega tölur. En ef maður spyr, hvað eru margir í dag sem hafa verið áður og þá það einhvers staðar á bilinu 48–54%, skilur, yfirleitt, sko. Þannig að það auðvitað mjög slæmar tölur og bara í par við Bretland og Bandaríkin, sko. Þannig að Og verra heldur en í Skandinavíu? Já, eins og ég segi, þar mismunandi líka hvernig Og veist af hverju ég að spyrja þessu, því að það getur við bara sjónarmið að við viljum hafa fangelsið mannúðlegri og gefa þér færi á að bæta þig. Það má vel vera hins vegar að það bara skilir bara sömu niðurstöðu. Ég meina við erum að ágætis fangelsi sem slík, sko, og við erum með þrepaskiptingu þar sem að fólk fer út í svona fyrst í loka fangelsi opið áfangaheimili og öklaband og svo skilur og það mjög gott og það eins og hinn Norðurlöndin með. Hins vegar vantar okkur alltaf innihald í kerfið hér. Sko, innihaldið það sem skiptir mestu máli. Aðbúnaðurinn skiptir máli en það innihaldið. Sko, við getum ekki komið í veg fyrir að þessi aðili nauðgi þessari konu, skilur, í fyrsta skipti, en við getum svo sannarlega gert allt í okkar valdi til að passa það að hann nauðgi ekki annar og 3. og 4. konu, skilur. Þetta erum við bara ekki að gera og meðan við erum ekki að gera það, þá erum við bara að gefa leyfi á þetta, hreint út sagt, sko. Þannig að það sorglegt að horfa upp á það að það hægt að laga þetta ástand. Og hvert þetta innvolt sem í Noregi en ekki hér? Sálfræðiaðstoð, menntun? Það þarf að taka á áföllum, þetta þarf að vera áfalla meðferð, eða sem sagt áfalla með afplánun, kallaði það, og meðferðir þurfa að koma þar inn þetta mjög sterklega. Síðan þurfum við bara að byggja upp fólk og ég meina við þurfum að tengja þetta allt við atvinnu og verknám og menntun. Bara hér erum við bara hrikaleg staða í menntamálum hér á Íslandi í fangelskerfinu. Ég held að megi alveg segja sko að síðustu ríkisstjórnin á algjörlega brugðist í þeim málum. Menntamálaráðherra sem var áður hann kom með farsaldalög og átti að gera hitt og þetta en svo vildi hann ekkert taka á þessum málum í fangelsunum. Og þetta einmitt, við höfum rætt þetta hér held ég örugglega áður að við erum að sjá að aðra og 3. kynslóð í fangelsunum og það þannig að þegar þú ert í fangelsi og átt barn að þá bara mjög líklegt að barnið þitt fari í fangelsi líka. Þannig að það það sem við þurfum að stoppa og Þá er þetta stuðning við fjölskyldufangana líka? Já, algjörlega og ég alveg viss að þeir sem eru í fangelsum í dag til dæmis, að þeir hafa engan áhuga á því að barnið sitt muni fara í fangelsi seinna og muni þar af leiðandi gera allt sem í þeirra valdi stendur til að vinna í þeim málum, sko, og þess vegna þurfum við að grípa það fólk sem þar inni. Það bara gerum við ekki í dag. Og þess vegna erum við að horfa upp á sama fólki, fara aftur og aftur í fangelsi og síðan börnin þeirra seinna. Þannig að þetta
við erum að tala hóp, þú spurðir í byrjun hverjir í fangelsum, ég meina að þetta fólk með mikinn félagslega vanda upp til hópa, nánast fólk sem hefur lent í alls konar vandræðum og sumir jafnvel geta ekki lesið eða skrifað, sem mjög sorglegt að horfa upp á og það var til dæmis allt svoleiðis nám bara tekið út, það engin sérkennari eða svona sem að kenna fólki að lesa og skrifa, sko. Það bara Þannig að þeir sem að fara í nám eru þeir sem að hafa það mikla námsgetu að geta verið í fjarkennslu í menntaskóla eða full. Það er nokkuð dæmi það að fólk hafi klárað stúdentin eða byrjað í einhverju háskólanámi á Litla-Hrauni, þetta ekki dæmi þess. Það eru mjög fá dæmi þess, en það er fólk sem kemur þá með getuna á staðinn. Algjörlega, en sko það staðnám á Litla-Hrauni og Sogni og þar koma kennarar, en það náttúrulega bara svona grunnfög, íslenska, enska, starffræði og eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að það kemst kannski ekkert langt áfram á því, en fangar sem eru fangar almennt, að þeir eru ekkert endilega mjög góðir í bóklegu eða meira kannski svona í verknámi og það ekkert verknám í fangelsunum og svo leið bjóðu upp á píparanám, það vantar pípar alls þar? Já, ég að segja það 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 sem það hafi verið svolítið frasin okkar í gegnum árin að útskrifa pípara, rafvirkja, múrara, málara og þjóna og kokka, ekki öryrkja, skilur það það sem að gerast, ég meina 60% af öllu sem fara á fangelsunum verða bara á framfærslu ríkis og sveitarfélaga sem eftir ævinnar og það engin smápeningur líka, skilur, sem við erum að tala og sorglegt að horfa upp á það og svo eru það þeir sem að vilja fara að vinna og geta fara að vinna og fara að vinna jafnvel eftir afplánun, að þeir fljótt sjá það að það verið að taka jafnvel hátt í 70% af laununum mínum í sektir, sakakostnað, barnameðlög, ég get bara ekki unni, ég fæ meiri peninga á því að vera bara á bótum og hætta að vinna. Þannig að sko þetta auðvitað fráleitt kerfi sko og ég meina við þurfum ekkert að gera mikið til að breyta þessu. Það samt þarf að gerast eitthvað, þannig þú ert að taka dæmi af manni sem kemur út úr fangelsi og hefur trassað að borga meðlög og skuldar skattinn og eitthvað fleiri og hann fer að vinna og hann fær bara 30% af því sem hann aflar í vassan og hann fær meira að það jaðarskatturinn hjá honum, skatturinn svo hár að hann þarf að vilja hafa sko 2 milljónir á mánuði til þess að En við vitum bara að þeir sem hann hefur valkostinn annars vegar bara að fara aftur í glæpi þar sem hann hefur væntingar að geta aflað einhverja fjár með fíkniefna innflutningi eða einhverju slíku eða bara vera öryrki en þá þyrftum við að vera með reglur sem að segja af því að þetta eru sínar aðstæður og þá gefum við eftir meðlagið þitt og við gefum eftir gamla skattaskuldir og þá þú farin að njóta einhverja sérstakra hagsmuna því að þú framdir glæpi og fórst þessa leið á meðan hann nonni þarna sem að framdega glæpi en svona misti aðeins fótann í lífinu og gleymdi sér í nokkur ár og hefur safnað upp þessum sömu skuldum og þú að hann sleppir ekki við þetta. Ég skil alveg þetta viðhorf og þetta bara alltaf, þetta kemur alltaf upp reglu að af hverju þurfum við að verðlauna fólk sem fyrir að standa sig vel frekar en aðra. Þetta bara gegnum gangandi svolítið í samfélagsumræðinni af því að það eins og að við erum mist svolítið trúna á réttlætið í samfélaginu að þessi samanburður á milli hópa miklu meiri ríkari finnst mér núna heldur en það fyrir 20-30 árum. Þá fannst mér vera meira svona ég meina En sko við þurfum að hugsa þetta öðruvísi. Við erum ekki endilega að gera þetta fyrir þennan sérstaka aðila. Sko við erum að gera þetta fyrir samfélagið og þetta á endanum fyrir okkur sjálf. Jú, en réttlætishugmyndin í dag snýst svolítið, hún svo einkalega því líka kannski að því við erum að koma út úr svo miklu einstaklishyggju tímabili að réttlæti þarf að vera að þú hafi rétt á því að fá þetta. En ekki það að sé réttlætara fyrir okkur sem hópin, sem að deila réttlætinu svona meira á svona einkanlegum grunni núna heldur en að ég mann eftir þegar ég var ungur og enn með vitt. Já, við heyrum þetta mjög oft og en eins og ég segi, við þurfum alltaf að hugsa þessi mál, fangelsmálin ekki út frá hefnd eða reiði eða og maður skilur alveg aðstandendur eru fórnarlamba eða fórnarlambi sjálfur eru brjáluð og vinir þeirra og allt það, maður skilur það alveg en við getum ekki hort bara út frá í raun og veru örfá manneskjum bara eins og ég verður bara að segjast þess að við þurfum alltaf að hugsa þessa hluti
fyrir allt samfélagið. Af því að sko, ef við náum ekki að stoppa þennan aðila, þá verða brotaþolendur fleiri og fleiri, skilur. Þannig að það það sem við erum að stoppa. Við erum að fækka brotaþolendum með því að taka á þessu málum. Þannig annars vegar það að viðkomandi haldi það áfram í afbrotum vegna þess að hann hefur ekki aðgengi inn í samfélagið. Hinn kosturinn að hann svona gefi eftir og verði á örorkubótum í næstu 30 árin. Ég meina hér koma allir út úr fangelsi á einn eða annan hátt. Eða flestir. Það ekki dauðadómar eða lífstíðadómar eða slíkt. Og þannig að við þurfum að gera allt sem við getum gert til að endurhæfa fólk þannig að það komi betra út í samfélagi og geti tekið þátt í lífinu hér og auðvitað þurfum við líka að fræða samfélagið til að taka á móti fólki, skilur. Samfélagið verður að vera tilbúið til að taka á móti föngum. Þá kemur það einu sem að þú nefndir að þú værir ekki alveg viss það hvort að samfélagsþjónusta væri minna notuð en að þú myndir vilja vegna þess að kannski fyrirtæki og stofnanir og félagasamtök séu ekki með boð að taka fólki í samfélagsþjónustu. Og það tengist kannski þessu sem þú að segja núna hvort að samfélag sé tilbúið í það og það má vera að það sé bara stemming þannig að við í félaginu okkar við viljum ekki hafa eitthvað fanga á vappi. Já, en það náttúrulega meira sem kemur þar inn í, sko. Ég held að Fangelsismálastofnun náttúrulega hefur þeirra svona það kannski ósækjast að einhver fyrirtæki geti fengið samfélagsþegna og vinna frítt fyrir sig eða ekki og meðan önnur fyrirtæki geta það ekki. Það líka ákveðin svona, þetta erum við að sjá inn í fangelsunum til dæmis að ef að fangelsin eru til dæmis að bóna bíla þá verða aðra bónstöðar brjálaðar og kæra það. Þannig að það svona ákveðin lög sem stangast á, annars vegar þessi samkeppnislög og svo fangelsislögin, skilur. Þannig að það þarf að laga þetta einhvern veginn. En svo hefur þetta í raun og veru með samfélagsþjónustu út í bæ. Þar hafa þetta verið góðgerðarfélög, íþróttafélög, trúarfélög sem hafa fengið svona samfélagsþegna. Og ekki tregða hjá þeim að taka við? Nei, alls ekki, sko. Dæmdu fólki, þetta náttúrulega ekki beint fangar sem eru í samfélagsþjónustu. Myndur þú kalla það? Það fangi? Nei, ég myndi ekki kalla það fanga. En sko dómþola sennilega en hins vegar sko eru auðvitað alltaf einhver sumir passa bara ekkert inn á einhverjum stöðum ég meina við sjáum það alveg fólk sem dæmt fyrir kynferðisbrot passar ekki inn í að vinna með ungu fólki eða íþróttafélögum og víða bara ekki vegna þess að það hefur geta hitt brotaþola ekki kannski í því máli heldur einhver sem að tengjast í máli og muna eftir fréttaflutningi slíkt og við þekkjum bara dæmi það. En þetta sko einmitt þetta vandinn og þess vegna hefur þetta ekki verið inn í fyrirtækjum þess sem stólað inn á gróða og samkeppni og annað slíkt sko. En við erum samt sko, ég meina við höfum verið í átaki að reyna að hjálpa fólki að sækja vinnu og hjálpa með að gera ferilskrá og vinna í fjármálu þeirra til að losa hnútinn þannig að þeir koma út að þeir séu með svona hreint borð. Við höfum verið að sinna þessu svolítið og við sjáum alveg að einn helsti vandi þeirra sem losnar afplán einmitt að fá vinnu og húsnæði og ef að þetta ekki til staðar þegar fólk kemur þá fer það mjög fljótt aftur í neyslu og glæpi sko. Þannig að það mjög mikilvægt að við vinnum einhvern veginn í þessu af því að þetta líka sparar samfélaginu svo mikið pening og bara harmleik og annað Við höfum átt fundi með Vinnumálastofnun, með Virk, með fleiri aðilum, Fangelsismálastofnun, Rauða krossinum og erum að reyna að finna einhverja leiðir til að samfélagi geti tekið betur á móti fólki eftir afplánun. Eftir afplánun, en við erum líka að tala fólk sem að fara í samfélagsþjónustu í staði fyrir afplánun. Það verður að gera eitthvað við þess að þú nefndir að vera 700 að bíða eftir afplánun. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að það þyrfti að vera stóra átak í að koma því fólki í samfélagsþjónustu bæði fyrir það persónulega, þannig að það geti bara klára sinn dóm og haldið áfram með lífið, en líka vegna þess að ég býst við að þú tellir að vera betri valkost fyrir samfélagið að fólk fari í gegnum samfélagsþjónustu heldur en að bíði lengi og sitja svo í fangelsi. Sko, við sjáum bara það, við vitum það og allar rannsóknir sýna það á Norðurlöndunum að fara í gegnum loka fangelsi mannskemmandi og það ekkert viss hvernig manneski kemur út úr því. Þess vegna eru Norðurlöndin alltaf að stíla meirin og opin úrræði og vægari úrræði og það eitthvað sem við þurfum að horfa meira til. Ok, við erum að fá nýtt fangelsi núna og þá erum við að fjölga enn fleiri
lokuðum rýmum. Skilur, við erum að fara í þveröfuga átt með að við hinn Norðurlöndin, en samt sem áður við þurfum fleiri lokuð rými. Ég er alveg sammála því að við þurfum miklu fleiri opin úrræði, sko. Þetta svipað eiginlega minni mann á umræðu þjónustu við aldraða. Að þá sagt, það sem enginn okkur í samanburði Norðurlöndin að við byggðum meira, það áreindar ekki við núna, vegna þess að við höfum ekki byggt meira hjúkrunarheimili æði lengi. En það sem okkur vantar þjónusta við fólkinn á heimilónum og svona mýkri þjónusta sem við erum bara langt að baki í Norðurlandaþjóðunum. Og svo verið að tala það og þá koma menn einmitt alveg svo þú að segja. En hins vegar vantar okkur líka hjúkrunarheimilin, við getum ekki stoppað það. Það ekki þannig að við eyðum þörfina á hjúkrunarheimilum með því að hafa mýkri þjónustu. Þannig að þessi vandi þarna fyrir afplánun kannski bara svipað og við erum með mjög víða, sko. Ég býst við að þetta sé bara einkenni á fjársveltu kerfi sem að hefur annars vegar svona innviða uppbyggingin hefur sittið eftir bæði hörð og mýkri, þannig að framþróun kerfisins til þess að mæta kröfum breytt samfélags og fjölgun íbúa og fleira bara mjög veik hjá okkur vegna þess að við erum bara komið út úr langvarandi fjársveltri opinberra kerfa. Já. Og þar fyrir utan þá upplifir þú sem fulltrúi fanga að þið allir þessi biðlisti eftir að uppbyggingu innvið okkar fleira að vegna fordóma gagnvart föngum okkar fleira, þá upplifir þið að þið verði alltaf aftast í þessari biðröð eftir fjármögnun. Já, en sko, svo erum við náttúrulega vinkill á þetta líka að dómarar hér á Íslandi, þeir dæma þig bara í fangelsi eða sektir. Það vantar alveg önnur úrræði sem að dómarar geta haft til að dæma því. Nú leyfa lögin alveg að dómari getur dæmt í eitthvað annað. Eins og áfengismeðferð. Já, þeir leyfa það alveg lögin, en þeir notið aldrei af því að það ekki til þessi úrræði til að dæma því. Og meðan að úrræðin ekki til, þá þetta eina sem dómararnir geta notað sektir og fangelsi. Þannig að sko, við þurfum að vera sko, nú erum við búin að vera hjá afstöðu að flakka á milli Norðurlöndar að skoða fangelsi og önnur úrræði og fara á alls konar málþing og við tökum þátt í miklu alþjóðlegu samstarfi hér og þar og það svo gaman að sjá hvað mikið að gerast í fangelsmálum alls þar í heiminum í raun og veru og hvað margir eru áhugasamir og hvað bara, það alltaf að koma einhverjar nýjar hugmyndir og eitthvað sem að gerast, en svo komum við hingað og það bara ekkert. Það bara ekkert að vera og maður stundum bara, hvað í gangi? Hvað þarf að gerast til að fá hlutina svolítið á stað? Ég hef ekki skýringu á þessu út af hverju þetta svona hér á Íslandi, en við erum allavega búin að ná umræðuna af stað, skilur, við erum búin að vera í því síðustu árin að fá umræðuna á stað og erum búin að leggja rosalega mikla áherslu á að skrifa greinar og láta fólk átta sig á hvað erum að vera inni þessu. Ef við hefðum ekki gert þetta, þá værum við bara enn lengra fyrir aftan og þess vegna skiptir svo miklu máli að ræða þessi mál og ég get sagt þér líka að eitt af okkar aðastarfi í dag bara að hitta nemendur í háskólum og fara yfir aðstoða við rannsóknir og ritgerðir. Þetta okkar leið til að fá eitthvað rannsakað og eitthvað á stað, umræðu og annað og af því að sko til dæmis nám fangavarðar ekki á háskólastigi og við erum svo eftir á að við verðum bara að fræða fólk og það svolítið rauði þráðurinn í öllu, hvort sem það fangelsismál, geðheilbrigðismál, skaðaminnkunarmál eða eitthvað svona, að það vantar alltaf fræðslu. Fólk hrætt við það sem það þekkir ekki og við sjáum það, ég nú tekið þátt í nokkrum starfshópum, að í öllum þessum starfshópum þá eiginlega alltaf sama niðurstaða að það þarf að fræða hópinn, það þarf að fræða fagfólkið, það þarf að fræða almenning, það þarf að fræða stjórnvöld. Það rauðir þráðurinn í gegnum allt og það vantar meiri fræðslu um þessi mál. Við erum eftir á. En það afstaða hefur staðið sér mjög vel í að setja þessi mál á dagskrá og svo persónulega staðið vel. Þú ert að bera okkur saman við önnur lönd. Þróunin í öðrum löndum og ég geti haldið það sem svona
sósíalisti. Leiðin til þess að breyta að hópurinn sjálfur standi fyrir breytingunum. Þannig var kvennabaráttan rekin og þannig var verkefnisbaráttan rekin og þannig var frelsisbaráttan svartari í Bandaríkjunum og fallar og þarfandi gutunum. Það kemur ekkert á ofan. Það þannig að í nágrannlöndunum okkar að þá var afstaða eða einhver svona slík samtök, ef þau eru miklu eldri þá hefur mögulega verið aðstandendur fanga og eitthvað fleira. Við þekkjum það og mannréttindabaráttunni að stundum kemur það þannig fyrst. Það þannig að sú barátta hafi verið öflugri eða bara svona mannúðar hlutverk ríkisvaldsins einfaldlega sterkari í þessum löndum heldur en hjá okkur? Já, ég alveg klár á því að þeir hugsa öðruvísi en við á Norðurlöndunum einhvern veginn varðandi þessi mál og í raun og veru ef þú ferð til Noregs og spyrð einhvern Norðmann fangelskerfið að þá segja þær allir sömu söguna. Já, sko, það koma allir úr fangelsi aftur og ég vil frekar hafa nágranna sem að hefur fengið meðferðir og endurhæfingu heldur en að einhvern sem að ekki hefur fengið neitt. Kemur bara beint og lokuð í fangelsi. Þetta mitt val, sko. Ég vil frekar hafa fólk sem hefur fengið einhverja lækningu eða á sínum vandamálum og þannig að sko það allir miklu meira meðvitaðir það. Ég var nú í smá tíma í Danmörku í fangelsi, ekki? Í fangelsi og þar sá maður sko dómsmálaráðherra bara koma reglulega fram bara og tala hlutina, segja frá hvað að virka, hvað ekki að virka. Til þess að búa til sátt í samfélaginu mannúðlegri stefnu. Já, fólk miklu meðvitaður hvað að vera í þessum málum. En hér stíga stjórnmálafinni fram og eru frekar svona tough on crime stemming, svipað oft í Bandaríkjunum og Englandi. Já, það vegna það búin að búa til hennar vanda, því að þeir segja ekki neitt frá neinu, það veit engin hvað að vera og þar leiðandi þegar fólk fræðist ekki hlutina. Að þá það hrætt og þegar það kemur eitthvað, þá verður það reið og við höfum þetta alltaf verið svona frekar, við vildum hengja það sem stálu mat í gamla daga, eða hálsökvaðu, en held að það verið danski kóngurinn sem var einmitt mildaði alla dóma því að hann gæti ekki sé að fólk sé að fara eitthvað að hætta að stela mat ef það að deyja úr hungri, skilurðu. Þannig að hann mildaði alla þessa dóma. Þannig að við erum bara ennþá svolítið þarna. Svo hefur við náttúrulega verið með ríkjandi stjórnmálaflokk sem hefur alls ekki viljað að við tækjum mið af þróuninni á Norðurlöndunum. Heldur frekar að við myndum þróa samfélagi líkar því sem er í Englandi og Bandaríkjunum. Það sem er meiri svona harka sérstaklega í þessum málum. Já, mér aðeins fundist svona viðmóti kannski þar vera aðeins að breytast. En samt einhvern veginn ekki þóra að fara í þetta og laga ástandi. Ég meina, við erum með fullt af fyrirrandi dómsmálaráðherrum sem hefðu geta breytt öllu og ég meina afstaða fekk fyrirverandi dómsmálaráðherra Noregs sem að bjó til þetta endurhæfingarkerfi í Noregi fengum hann árið 2016 til þess að segja frá því hvernig þeir gerðu þetta og hvað þeir gerðu og hann hélt fyrirlestur í Norræna húsinu fyrir fullu húsi en það mætti enginn frá stjórnvöldum til að horfa og við erum svolítið þar þarna á þessum tíma vorum við náttúrulega alveg græn í öllu sem heitir endurhæfing fanga sko, og það bara í raun og veru nokkur ár sem að stjórnvöld byrjuðu aðeins að pæla í því en það mætti enginn, hafði enginn áhuga á þessu en almenningur hafði áhuga hins vegar og það gat maður að sé, það var bara pakkfullt og þetta var jafnaðarmaður reyndar sem kom og hann vildi nú ekki koma fyrir okkur á þeim tíma en við urðum að fá samfylkinguna til að hafa samband við hann og fá hann og það gekk sko þannig að já, ef ég mann rétt þá var það Sigríður Ingibjörg og Aðalheiður Ámundadóttir sem að fengu hann til að koma með okkur sko þannig að það var frábær kynning en einhverju hluta vegna þá viljum við aldrei leita aðstoðar við viljum aldrei fá hjálp hjá þeim sem eru þegar með kerfið við viljum alltaf finna upp hjólið hér og endanum verður aldrei neitt hjól við viljum alltaf finna íslensku leiðina Herðu, Guðmundur Ingi, takk fyrir að koma hingað og vera leiðsögumaður fangelsin og það sem að tengjast því og svona eins og Virgil var fyrir Dante og leið hans til helvítis. Gott að hafa eitthvað til þess að leiðbeina sér og gangi ykkur vel í ykkar baráttu. Takk. Já, herðu þetta þá lokinn að Rauða borðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem að hingað komið og Maríu og Sigurjóni fyrir viðtölin.
Laufeyju Líndal og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að hafið hlustað eða hort og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Þetta ekki þátt í því að gera samstöðuna að umræðu vettvangi í samfélaginu. Minni á að samstöðin hefur verið byggð upp á góðri afspurn. Það gerist þannig að þið segið vinum og vandamönnum frá efni sem að ykkur líkar hérna og þá finnur fólk það og þar með byggist upp dreifikerfi okkar. Það má benda á að það má finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, undir nafni samstöðunar. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum, bæði sem samstöðin og einstakir þættir. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu á FM 89,1. Það næst alveg upp á sunnanvert Snæfellsnes, upp eftir öllum Borgarfirði, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. En þar, fyrir þetta svæði, það má líka sækja útastendingarnar á spilaran, bæði á netinu, spilaran.is og svo spilar líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar, hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þið vill, ég veit það ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram eru ekki auglýsingar eins og þau hefur kannski tekið eftir. Þetta það er ekki ríkir kallar sem að eiga samstöðuna. Fyrst og fremst fær samstöðin fé frá þeim hluta áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegist í þannig út með að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur smástundur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2750, sem að mér sagt að segja hlægilega lágt verð með við það efni sem við búum til hérna. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda. Raunverulega tilraunaverkefni sem að við tökum þátt í mörg, við sem að búum til efni hérna, bæði hérna megin myndavélarnar og hinum megin og viðmælendurnir sem að hinga að koma og vilja viðhalda þessum umræðu vettvangi og svo það náttúrulega þið sem að eru að hlusta og heyra, en það sem að gefur okkur aflið eru sá hluti sem að hefur gerst áhorfandi, gerst áskrifendur. Ég veit að það er margt fólk að núti sem er kannski löngu búið ákveða að innra með sér að samstöðin sé mikilvæg og veit að hún mun ekki ganga nema margir leggji eitthvað til og hefur kannski fyrir löngu ákveðið það að gerast áskrifandi. Ég hvet ykkur til þess að kýla á það, eins og sagt er, og fara inn á samstöðun.is og skrá ykkur. En þetta er komið nóg í bíli, ég segi góða nótt, en hérna minni á að rauðaborðið heldur áfram á morgun klukkan 8. Sjáumst á. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.